Ólafur Arnarsson sestur hérna hjá okkur. Velkomin Ólafur. Sko, ég ætla að fara aðeins nær heimili okkar. Það var skrifað það, við erum að tala hérna þetta hagkerfi hér og í heiminum, þar sem að fólk að vonast til að fá ykkur að fólk beinlínis að vonast til að það verði réttlátara. Það var bent á það í greinum í blöðum í vikunni að menn væru hér að heimta bara það að fá 2007 aftur. Já, ég tók eftir því. Þú geta þeim sem að heimta 2007 aftur? Ég ábyggilega einn af þeim sem sakaður að heimta 2007 aftur. Þetta snýst alls ekkert það. Þetta snýst það að hér hefur orðið forsendubrestur. Það hafa stökkbreyst lán. Eignaverð hefur hrapað. En þetta ekki bara á Íslandi, sko? Þetta ekki bara á Íslandi. Nei. En þetta kemur, birtingamyndi hér á Íslandi alveg einstök. Vegna þess að hér erum við með ekki bara þessa eignabólu sem sprakk, við erum líka með gjaldmiðil sem hrundi og stór hluti af skuldum heimila og fyrirtækja var í erlendri mynt og þessar skuldir tvöfölduðust og jafnvel þrefölduðust. Það sem við sjáum, ef það einhver að kalla eftir 2007 þá það fjármálakerfið sem að stórum hluta náttúrulega í eigu vogunarsjóða á Wall Street. Það fjármálakerfið sem að reyna að endurreisa hér 2007. Og hvernig verið að reyna að endurreisa 2007? Jú, með því að taka skuldirnar, lánin sem voru flutt yfir í nýja bankakerfið á miklum afslætti. Meðal annars vegna þess að það var ekki talin möguleiki á að innheimta þetta út af stökkbreyttu upphæðum. Líka var talið að þau getur verið ólögleg. Þessi lán verið að færa upp. Við sjáum að bankarnir hafa bókvært 165 milljarða í hagnað frá hruni. Þetta að langstærstum hluta, endurmat eignir sem verið að færa úr afsláttarverðinu upp í eins nálægt nafnverði og mögulegt Það verið að endurreisa íslenska bankakerfið og búa til eigið fé í gegnum hagnað sem ekki orðin til af neinu öðru en því að reyna að halda eignum í bóluverði. Og þá stjórnvöldum að mistakast það verk að koma á góðu og réttlátu bankakerfi? Algjörlega. Ég sé ekki einu sinni að stjórnvöld sé að reyna. Nei, nú kom þarna einhver kona, ókunnug kona, ég aldrei heyrt minnst á þessara konu, en hún stjórnarformaður Arion banka, komur á Svíþjóð sem virðist vera atvinnumaður í því að sitja í stjórnum fyrirtækja. Já, og það reyndar að hlýtur að vera svona, það litt jobba sömu leyti, en hún var að vara stjórnmálamenn á Íslandi við því að slá sér til riddar á kostnað bankana. Ég tók eftir þessu og ég googlaði þessa Móniku Kahneman og ég sá það að hún situr í allavega 13 stjórnum núna, sennilega fleirum og hún situr í alls konar undirnefndum, launanemndum og endurskoðunarnefndum innan þessara fyrirtækja, þannig að það bara þakkavert hún skuli muna eftir því hún sé í stjórn Arion banka, en hún mundi eftir því og við skulum átta okkur á því fyrir hvern hún situr þar. Hún situr þar fyrir vogunarsjóðina, fyrir kröfuhafana, þannig að hún auðvitað að verja hagsmuni þeirra. Ég skil vel að hún skuli mæla gegn því að menn gagnrýni þetta vegna þess að það verið að gagnrýna hagsmuni hennar yfirboðara. Finnst þér að menn séu of djarfir í það að heimta það að fá það náttúrulega ljóst að skulda afskriftir myndu að einhverju leyti lenda á lífeyrissjóðum og slíku sem eru reyndar sér kapital út af fyrir sig flækjumál og skaplega. Finnst þér menn séu djarfir til að heimta að fá góða eirið aftur? Magnús? Í sumum tilfellum, já, öðrum tilfellum, nei. Ég held sko að þeir eru heimili í mjög miklum vandræðum og bankarnir verða einhvern veginn að reyna að ná saman við sína viðskiptavini með einhverjum hætti. Einhverjum tilvikum kallar þá afskriftir, það blasir við. Mér finnst eins og svona aðskilin umræða annars vegar heimilum hins vegar fyrirtæki. Því að það mjög mikilvægt í kreppum að fyrirtæki fá að verða gjaldþrota. Skulum ekki gleyma því. Að ef menn ætla að laga eignaverð á markaði að raunverulegri getu fjárfesta til þess að endurnýja markaðina nýju, þá fyrirtæki að fá að vera gjaldþrota. Og það eru sumar reglur hjá bönkunum varðandi afskriftir. Það sem allar stóru afskriftir, það skulum ekki gleyma því heimilin eru litlu upphæðnar, fyrirtækin eru stóru upphæðnar. Það eru sumar reglur sem eru algjörlega óskiljanlegar fyrir mér og ég skil ekki hvernig það til dæmis standast samkeppnislög. Það að taka dæmi á því að regla
reglur hjá bönkunum eru þannig að þú kemur inn með eigið fé inn í fyrirtæki og færð allar skuldir umfram eignir fellda niður. Já. Kemur inn með 200 milljónir inn í fyrirtæki og fær 5 milljarða fellda niður. Og það hefur engar aðrar afleiðingar. Þetta hefur til dæmis verið gert með fjárkröfur á fyrirtæki sem að skattgreiðendur eiga. Landsbanki Íslands. Þetta hefur verið gert með 5 útgerðarfyrirtæki, það var upplýst í skýrslu 22. september síðastliðinn, að það eru 5 útgerðarfyrirtæki sem hafa fengið þessa meðhöndlun. Og fyrir mér blasir þetta bara þannig við að bankarnir þora ekki að láta markaðsverð myndast á þessum vörum sem eru verðtryggðar fyrir lánunum. Þetta eru aflaheimildir og í einhverju tilvikum húsnæði og ég veit ekki hvað og hvað sko. Þetta er svona, mér finnst þetta mjög mikilvægt atriði, það er að segja að kreppan fái endurnýja sig og fyrirtæki fái að fara í þrot. Það gerist ekkert annað en það kemur einhver og kaupir að nýju og endur þessi fyrirtækin aftur. Og varðandi heimilin þá finnst mér sko svona erfileikum bundið að ætlast til þess að ríkissjóðir komi með fé og niðurgreiði skuldir á almenning. Mér finnst að ég fæ mig ekki til þess að sjá hvernig á að gera það og hvernig á að útfæra það. Mér finnst mjög erfitt að svona nálgast það út frá jafnræðisákvæði stjórnarskrárinnar, svo ég bara taki dæmi, að Íbúðalánasjóður til dæmis eyði 30 milljörðum í að lækka skuldir á útvalinn hóp, kannski bara 3.000 manns. Það hefur engin áhrif á eignaverð, vegna þess að þetta er svo takmarkaður hluti af stóra samhenginu. En hann fær hins vegar mjög ríka meðhöndlun með þessu fé úr almannasjóðum. Þannig að mér finnst þetta að vera eitthvað sem mætti ræða frekar. Það er þessi aðkoma ríkissjóðs að niðurfellingu á skuldum. Því að mér finnst hún svona erfið sko. Mér finnst erfitt að réttlæta hvernig ríkissjóður ætti að koma nokkrum eða takmörkuðum hluta hópsins til bjargar. En það er nú eins og þú nefnir þessar afskriftir á, eða hvernig bankarnir eru að fara með þessar afskriftir. Þetta er ljóst að því að fólk lesum til dæmis það sem er að gerist í kringum Ólaf Ólafsson, það fólk verður algjörlega brjálað þegar það lesa þetta. Ég held að þetta sé nú sko eitt atriði, það er þetta sko réttlætis punktur nýjus og það er líka á bakvið mótmælni við Wall Street og þessi sko alþjóðlega mótmæli, er það að fólk sér þetta gríðarlega óréttlæti einmitt. Og sko almenningur, hann er ekki að biðja 2007 tilbaka heldur hann sko segir við erum búin að taka út okkar refsingu fyrir ef fólk hegðaði sér eitthvað óskynsamlega með að taka lán, við erum búin að taka út þá refsingu. En við horfum á bankana og sjáum að þar eru menn sem bera mun með ríkari ábyrgð á því hvernig hlutinni fóru, þeir hafa ekki tekið út hennar refsingu og margir þeir einmitt eins og Ólafur, þeir eru bara áfram vel auðugir í raun og veru þeir voru og þeir hafa ekkert þeir hafa ekki tekið út neina refsingu. Þannig að það er sko bæði hvernig við ætlum að niðurgreiða sko eða fella niður skuldir, það er líka hvernig við ætlum að deila refsingunni. Almenningur er tekið út síðan. Jón Ásgeir ekki með kreditkort, sko. Já, það er eitthvað smára. Þetta tekur auðvitað óhjákvæmilega töluverðan tíma og mörg ár, en auðvitað nástu áfangar í því. Við sáum bara í gær að skatturinn er að sækja núna talsverðan hóp manna sem var að skjóta sér undan því að taka hér þátt í sameiginlegum útgjöldum okkar í gegnum einhver skjól í Luxemburg og væntanlega fara að koma mál frá sérstökum saksóknara. Ég held hins vegar að sko hagsmunir bæði bankana og okkar almennings síðu þetta fyrst og fremst þeir að koma hjólunum af stað sem allra fyrst og bjarga sem allra mestum verðmætum vegna þess að sko við getum ekki látið yfir helming fyrirtækjana í landinu fara í þrot eins og staðan var.